Komdu sæll, kæri bóðamaður. Komið þið sælir. Hér eru spilin ykkar. Þetta á að vera svona stuttur lestur bara yfir stöðuna ykkar eða það sem að þið eru að glíma við þessa dagana og líka svona aðeins stutt það hvað er að koma til ykkar. Það fyrsta sem ég fæ hérna frá þessum spilum er að það hefur orðið einhvers konar viðsnúningur í ykkar lífi. Það er að segja, ef þið hafi verið að glíma við vanlíðan, þá hefur orðið breyting á og eitthvað hefur orðið til þess að líðanin hefur orðið betri. Ef þið hafi verið að glíma við efnislega fátækt, skort á fjármunum, þá er eins og hafi komið óvænt inn fjármunir sem hafa bjargað stöðunni og eins ef að þið hafi verið einmana eða niðurdregnir á einhvern hátt, þá er eitthvað sem hefur orðið til þess að hlutirnir hafa tekið við sér og stöðunni hefur verið snúið við. Og ég segi þetta vegna þess að þið eru hérna með spil sem heitir Sudden Wealth eða óvæntur auður. Það er að segja, auður getur hér staðið bæði fyrir peninga og eins bara fyrir það sem þið myndu kalla ríkidæmi í ykkar lífi. Það getur verið hvað sem er. Þessi auður eða þetta ríkidæmi hefur samt sem áður ekki komið til ykkur á lausu lofti, heldur hefur eitthvað verið að verki, einhverjir kraftar sem hafa komið þessu á koppinn og eins og ég sagði að þetta getur verið eitthvað sem er á leiðinni til ykkar. Ef ekki hefur verið, ef þetta hefur ekki birst ykkur ennþá. En það virðist vera sem að þetta er í tengslum við einhvers konar opinbera stofnun og þegar ég segi það þá er ég að meina það geti verið fjármála umsýsla, einhvers konar skattur, það geti verið lögregla, skóli, einhver fjármálastofnun eða lögfræðingur. Einhver sem hefur með opinbera hluti að gera og það að koma með hluti upp á yfirborðið, það er að segja að leggja það á borðið sem hafa þetta vill ekki verið á almannafæri fram á þessu. Dæmi þetta gæti verið lögfræðingur sem hefur samband og tilkynnir eitthvað óvænt. Þetta gæti líka verið óvænt launahækkun í vinnu sem að nú er orðin að veruleika og það er fram eftir götunum. Hvað það? Hagur ykkar á einhvern hátt er að vænkast og líðanin ykkar, ég þarf eiginlega að taka það fram líka, er að taka einhverjum stórstígum framförum. Sérstaklega ef þetta á við einmanaleika eða veikindi, þá er hérna jákvæð breyting. Það er maður hér sem hugsa sterkt til þín, kæri bóðamaður. Gæti líka verið kona, þetta er karl orka sem er umhugað þig, hugsa til þín af hlýju og söknuði jafnvel, söknuði eftir því sem var, söknuði eftir tengslum ykkar sem voru ef til vill í fortíð. Og svo er hér kona líka sem gæti bæði verið kona sem gegnir mikilvægu hlutverki í þínu lífi eða þessi kona gæti staðið fyrir þig sjálfan, kæri bóðamaður. Hún gegnir allavega þeirri stöðu að vera í
brennidepli eða miðpunktur og tengist inn á heimilið þitt og svona þitt nánasta umhverfi. Og það eru tengingar hérna á milli mannsins sem að hugsa til þín og þessara konu. Og ef að þú ert þessi kona þá eru þetta hugsanir hans varðandi þig. Fjölskyldustenging kemur hér afskaplega sterk upp og þó að ég sé ekki bein tengsl á milli þessa manns og fjármuna sem ég talaði áðan, þá gæti það verið einn þáttur. Það er að segja að hann sé að hugsa til þín varðandi aukna fjármuni eða bætta líðan. Ef til vill einhver sem hefur haft áhyggjur, en mér finnst þetta meira vera það að hann sé að rifja upp góðar minningar. Og á spilinu er hann sýndur sem listamaður sem ef til vill hefur verið að mála mynd af manneskjunni sem hann er að hugsa um. Kannski á það við í þínu tilviki. Einhverju er að mála myndaðir. Það er þó ekki að vera að þetta er marga merkingar í þessu spili. En þú ert allavega í huga einhvers. Svo mikið er víst. Og eins og ég sagði áðan, þetta getur verið líka á hinn veginn, það er að segja kvenmaður sem er að hugsa og að þú sért hér karlmaðurinn. Karlmaður, það er að segja í huga hennar. Fjölskylduspili hérna, family room, gefur frá sér hlýju og nærveru. Hér eru fallega myndir á veggjum og þetta táknar allt sem þér er kært og það sem er svona þér nálægast. Og þar kemur þessi kona inn sem gæti verið systir, móðir, frænka, barn, einhver sem tengist þér dýrmætum og nánum böndum. Á heildina litið gefa spilum vísbendingu að fjölskyldan þín, hver svo sem að þau eru og hversu stór sem að hún er, það er að segja þín nánasta fjölskylda, að það sé hún sem er að fara að uppskera hérna góða hluti og öðlast jafnvel einhvers konar opinbera viðurkenningu sem að hefur verið beðið eftir. Það geti verið viðurkenning í formi fjármuna og hér er verið að hvísla að mér líka varðandi faðerni. Já, einhverjum ykkar kæru bógamenn getur verið það að ræða að þetta sé faðerni sem hefur ekki verið viðurkennt ennþá. Og það er verið að benda mér á að fara vestur. Varðandi það, nú veit ég ekki alveg hvort þið verið að tala vestur á Firði eða vestur eins og til dæmis vestur haf. Þið ykkar sem að þetta á við viti væntanlega hvað er verið að tala. Þá er hérna komin ný tenging sem að gæti breytt merkingunni fyrir ykkur sem að tengi við það að hér séu faðerni að ræða og það eru vissulega einhverju fjármuni sem að fylgja þeirri uppgötvun. Ok, það var frekar óvenjuleg skilaboð hérna. En það er þó allavega eitthvað sem er upp á borðum og er fæst viðurkennt. Og vissulega er það partur af þínu fjölskyldu umhverfi og að hlutir verði betri eftir að þetta kemst upp á yfirborðið. Ok, það er einhver sem á þetta. Ég er ekki alveg hægt
skulum skoða þetta aðeins betur. Það er einhvers konar ferð framundan eða varðandi þessi mál sem ég er búin að tala um. Og þetta hefur með konu að gera sem er ein. Gæti verið fráskilin eða ekki eins og stendur á spilinu. En gæti líka verið þú sjálfur, kæri bógamaður. Og ég tengi það inn á þessa konu hérna, þessa aðalkonu. Og maður sem sýnir sig hér sem menntamaður og einlægur vinur. Þetta gæti verið 2 karlmenn, sem sagt sitthvor maðurinn. Og jafnvel eru þetta keppinautar athygli þína eða samband við þig. Báðir þessi menn vilja vel, eru sem sagt jákvæðir gagnvart þér. Við skulum sjá hvað þeir eru að vilja. Það er einhver hugur hérna á að bjóða þér í einhvers konar veislu og annar þeirra allavega er með rómantískar tilfinningar hér til þín. Það gæti svo sannarlega líka verið 3. maðurinn sem kemur hér upp og ef þeir eru ekki 3 þá gæti þess vegna verið 4. Og nú er ég að tala um hvort heldur sem að þú ert karlmaður eða kvenmaður, kæri bógamaður. Það virðist allavega að vera stór hópur af fólki eða hvað ég segja aðdáendum í þínu lífi. Fólk sem að vill þig vel og hugsa hlýlega til þín og þú ert ef til að fara að hitta part þeirra eða alla í einhvers konar veislu. Það er svona bara frekar skýrt sem kemur hér upp. Fyrir marga ykkar kæru bógamenn sé ég að þið eru einir eða búið einir og það verður svolítið keppst athygli þína hér á næstunni. Skilaboðin til þín hérna eru þau að gefa fólki séns, loka ekki á manneskjur sem vilja reyna að hafa samband við þig nema þú hafi ríka ástæðu til þess. Einhver manneskja hér á eftir að koma þér á óvart og þú átt eftir að sjá henni nýja hlið. Manneskja sem þú ef til vill hafðir haldið að væri frekar köld eða lokuð eða fráhrindandi sem kemur þér á óvart með hlýjum orðum eða væntumþykju. Og jafnvel gæti þetta verið einn af þeim sem að ég taldi upp hérna áðan sem að kemur með einhvers konar rómantíska tilfinningar sem hann birtir þér. Spennandi kæri bógamaður, þar að segja fyrir ykkur sem eru að leita eftir slíku. Engin ástæða til að hafa áhyggjur. Taktu bara fólki eins og það er, vertu opin í samskiptum og ungmanneskja kemur hér upp sem að mér finnst tengjast þér blóðböndum, gæti verið barn eða einhver náinn. Og einhvers konar peningaviðskipti sem að fara ykkur á milli. Þú ert ef til vill að aðstoða unga manneskju við kaup eða við nám sem að gæti kosta skildingin. Þannig að eitthvað slíkt kemur hérna upp. Það er nú svo sem ekki nánar upplýsingar hvað það er. Eftir alla
þessa menn sem komu hér upp, fjölgar hérna konunum og einn kongur enn. Þetta gæti nú verið allt saman og meiri hlutin fólk sem þú átt eftir að hitta í þessum veisluhöldum. Kannski eru þessi veisluhöld hér til heiðurs, kæri bogamaður, aldrei að vita. Því hér kemur gjöf með í farteskinu hjá einhverjum og þetta finnst mér vera gjöf sem að þér er færð en ekki þú sem ert að gefa. Heldur er þetta frekar að einhver sé að gefa þér. Það kemur dálítið sterkt hérna inn þetta með einhvers konar opinbera viðurkenningu. Þú ert kannski bara að fara að hljóta einhvers konar titil eða fá undirritun á skjali sem að veiti þér aukin völd eða aukna menntun. Og þetta er allt saman bara jákvætt og fallegt. Ok, kæri bogamaður, ég ætla ekki að teygja þetta neitt lengra. Ég les svo annan lestur fyrir þig sem er á öðrum nótum með öðruvísi spilum sem þú getur kíkt á ef þú hefur hug á því. Annars óska ég þér alls hins besta og óska þér bara góðra skemmtunar, ljós og kærleikur.